Ásgeir Jónsson hagfræðingur vann nýverið skýrslu slit gömlu bankana ásamt kollega sínum að beiðni slitastjórnar Glitnis, en hann sestur hjá Helga Seljan ásamt Þórði Snæ Júlíussyni ritstjóra Kjarnans sem fjallað hefur mikið þessi mál undanfarin ár. Við heyrum fyrst í forstöðumönnum greiningardeilda Arion banka og Íslandsbanka sem kváðust bæði ánægð með aðgerðirnar sem kynntar voru í dag þótt mörgum spurningum væri enn ósvarað heildarframkvæmdina. Mín fyrstu viðbrögð eftir þennan fund eru þau að þarna hefði verið tilkynnt jákvætt skref í íslensku efnahagslífi. Nú fyrstu viðbrögðin eru kannski að svona stóra myndin ekki eitthvað sem kemur óvart. Þetta svona í anda við afnámshafta áætlun frá 2011 en líka að það er óbúslega mörgum spurningum ósvarað. Og þá kannski fyrst og fremst varðandi stöðuleika skilyrðin sem að slitabúin eiga að uppfylla og maður fékk enga útskýring á því hvað raunverulega felst í því og svona þannig að þessi lagalega óvissa sem maður hræddur við, maður ekkert alveg viss hvar við stöndum þar. Og svo kannski líka spurninga varðandi aflandskrónurnar. Það er áætlun að þeir megi fara í lengri tíma bréf, megi fara út í gegnum útboð og annað slíkt sem kemur ekki óvart. En hvað þýðir þetta í framtíðinni? Þýðir þetta að við viljum ekki erlenda fjárfesta inn á skuldabréfamarkaðinn til dæmis? Þannig að það eru svona fullt af spurningum sem vaknuðu. Sérðu einhverja ókosti við þessa framkvæmd? Svona kannski framkvæmdin í heild, í rauninni ekki, fyrst mér kannski bara jákvæð og svona það sé verið að flýta þessum prósess að einhverju leyti. En þá eru samt svo margar spurningar eins og var sagt að lífeyrissjóðir megi fara út með 10 milljarða fram til 2020 því það að við erum að fara að vera með höftin svona lengi áfram. Og ég nú vilja sjá þetta fyrr. Við sáum skilyrðin alveg myndast fyrir talsverðu síðan, en þetta hefur dregist, þetta verk. Ég tel að það hefði ekki verið rétt að seinka þessu út af því hvar við stöndum í kjaraviðræðum. Ég held að það sé mjög gott leið þetta lá fyrir að kynna þetta leið. Að því lengur sem við drögum því að lyfta höftum, því meiri skaðleg áhrif hefur það á efnahagslífið. Jákvæð áhrif eru náttúrulega þau að skuldir ríkissjóðs lækka, sem gerir það að verkum að hann þá betur í stakk búinn til að sinna sínum hlutverkum. En það er mjög líklegt að þetta leit út í hagkerfi með einum eða öðrum hætti. Þá til þess að auka innlenda eftirspurn og hafi þá verðbólgu áhrif og hækkun vaxta og önnur neikvæð áhrif í gegnum efnahagslífið sem væri afskaplega slæmt ef að það fengi fram að ganga. Ásgeir Jónsson, Þórður Snær Júlíusson, velkomnir í Kastljós. Kannski bara byrja á þér, Ásgeir. Svona þetta eins og þetta var kynnt í dag og eins og við höfum heyrt í forsvarsmönnum ríkisstjórnarinnar, seðlabankastjóra og fleiri núna ertu þú ekki nokkuð sáttur með þetta? Jú, algjörlega. Þetta svona alveg í svona samræðum það sem ég hafði þarna séð fyrir mér að myndi gerast. Að það sem kröfu þarna myndu gefa upp krónueignir sjálfviljur í niðursamningum og þá í rauninni þá opnað þann leita sem við getum vanið með höftin. Mér sýnist þetta því sem að hefur uppgefið, það sem að þessi slitabú hafa gefið upp að þetta sé eitthvað kringu 400-500 milljarðar sem þau eru að gefa upp, sem ættu í rauninni alveg að nótis að ég ætla að leysa þennan hvað að segja greiðslujafna vanda sem að fylgir þessum útgreiðslum. Stærstur hluti af eignum slitabúanna eru erlendir eignir sem koma í rauninni ekki Íslandi við, þannig lagað. En þú, Þórður, hvað segir þetta? Þetta var svolítið sérkennileg, og ánægileg niðurstaða í dag, en það fyrir þannig langur tími í kynningu á þessu, síðan í lokinu okkur tilkynnt að það sé komið einhvers konar viljayfirlýsing, því svo fyllt eftir það birtast tilkynningar það að þessari viljayfirlýsingu að hún standist samkvæmt því sem þessi haftahópur segir, þannig að það virðist bara vera komið samkomulag og menn vilja kannski ekki kalla það. Já, og rauninni eins og fjármálaráðherra sagði áðan að þá er stýrihópurinn líka sem er yfir framkvæmdahópnum, stýrinefndir sem hann er til forstöðu og seðlabankastjóri og fulltrúar forsætisráðuneytis sem sitt í eru líka búin að gefa grænt ljós á raunverulega þessar tillögur sem hafa verið lagðar fram. Það sem stendur upp á þetta núna er það að slitastjórnir og sá hópur kröfuhafa sem eru þessi lykilkröfuhafar, stærstu kröfuhafarnir í þessum hópum sem hafa verið í þessum viðræðum við framkvæmdahópum lósunhafta, að þeir eru eftir að fara með þetta á kröfuhafafund og fá þá aukið samþykki kröfuhafa fyrir því að þetta geti verið ramminn utan nauðasamning. Þannig að þetta er svona kannski dálítið svipað eins og þegar það er skrifað undir kjarasamninga og það er búið að baka vöfflurnar en þá eftir að kjósa þetta í baklandinu. En niðurstaðan, ég er alveg sammála Ásgeiri, ég held að þetta var einhvern veginn það sem eru alltaf blasað við mér að væri langskynsamlegasta niðurstaðan. Það er að þessi bú gæfu upp krónueignina sínar
og myndu gefa þær eftir til þess að valda ekki ójafnvægi í greiðslujöfnuði Íslendinga og myndu fá útgreiddar erlendar eignir sínar. Og það virðist vera niðurstaðan og svo náttúrulega samanskapi það mjög hjálplegt að við getum nota þessa peninga til þess að laga skuldastöðu ríkisins með þeim hætti sem við erum að leggja upp með. Þegar þú talar 400-500 milljónir og það sé nóg upp í þennan greiðslujöfnuð, þá ekki alveg hægt að slá því föstu að þessi skattur sem var mikið klifað á í dag og hefur verið rætt oft áður, að hann sé þá hafi í raun verið þessi margumrædda kylfa og þá þessi skilyrði gulrótin þegar talað var það í því samhengi einhvern tímann. Jú, það má alveg sýtt þarna segja það að það í rauninni hafi verið það aðhald sem að hafa til staðar. Ég heldur reyndar að kröfuhafarnir hafi með einhvern tíma verið tilbúnir að gefa átta sig á því að þeir kemist aldrei með þessar krónur út úr hagkerfinu. En það er eiginlega ómögulegt. Við getum ekki farið með 900 milljarða í gegnum þannig gjaldeyrismarkaðinn. Það sem er líka mjög athyglisvert að því að þessar greiðslur myndu að lækka skuldir ríkissjóðs en einhverju leyti líka mun bæði eignarhald og fjármögnun íslenska bankkerfisins. Þessi nýju bankana breytast verulega. Það er mjög mikilvægt að það verið gefið eitt ár til þess. Það því að 400-500 milljarðar verða aldrei teknir út úr það íslenska bankkerfi í einu lagi. Þannig að mjög líklega verður þessu breytt í vantarlega í þannig skuldabréf á þarna bankana sem síðan verður vantarlega seld á markaði og við erum kannski að sjá þá fjármögnun bankkerfisins verður kannski heilbrigðari heldur en það hefur verið. Og þarna er margt svona jákvætt sem gæti komið út úr þessu. Það svona miðað við það hvernig þetta birtist okkur í dag og þetta er það í frekar einfaldri mynd að láta eins og þetta hafi bara gerst á einni nóttu en það bendur auðvitað til þess að það hafi auðvitað miklu meira verið að gerast síðan þessi fundur var í desember sem var nú svona fyrsta skipti sem að menn sáust í nálaði hvern annan fulltrúar íslenskra stjórnvalda og þessir kröfuhafar eða fulltrúar þeirra. Það kom alveg fram í kynningunni og reyndar það var ekki gert mikið úr því en það var kom fram að þessi viljayfirlýsing hafi verið gerð á Glæru 57 og svo einum stað í neðanmálsgrein kom fram að viðræður hafi átt sér stað alveg frá því í desember og það er augljóst að og við raunar skrifum það í síðustu viku og fleiri að þær voru komna langt og þessum kom að þau voru búin að undirrita trúnaðareiða og það var svona talið líklegt að allavega með Landsbankann og Kaupþing að það er ekki miklu vandkvæðum bundið að klára samninga við þá vegna þess að þeir voru ekki með jafn mikið af íslenskum eignum og Glitnir og það að Glitnir, líkt og heyrðist áðan, sé komin á þennan stað líka sem eins og það er mjög mikið ánægjuefni að geta klárað þetta með samningum og það er augljóst að þetta hefur staðið yfir og hefur verið þá svona mikill gangur í þessu í töluverðan tíma fyrst að þetta er niðurstaða núna og þeir senda þessar yfirlýsingar og birta síðan í dag á netinu nokkuð ítarlegar útfærslu á hvað felst í þessum tillögum og það eru bara nefnda krónuupphæðir sem eru að gefa eftir út frá hverju skref í þessum stöðugleikaskeiðum sem eru sett af hendi stjórnvalda. Þannig að það er alveg augljóst að þetta er mikið verið talað saman sýnist manni. En varðandi það, hvernig þetta er lagt upp með gjaldeyrisupphæðin fyrir þessar aflandskrónur, það kannski vekur líka svolítið athygli, það var sagt þarna á fundinum í dag að tala 10 fagfjárfesta sem eigi opnað þessu öllu saman. Er það ekki svolítið athyglisvert að? Jú, þarna þú ert að tala aflandskrónunar sem eru eftirstöðvar af þessum afturbannaviðskiptum. Jú, það hefur verið miklu minni sýnileiki á því hver ætti þessar kröfur raunverulega. Það hafa verið alþjóðlegir bankar sem hafa komið fram fyrir hönd þessar eigenda. Þetta voru krónueignir sem upphaflega voru mjög svona dreifðar, jöklabréfum og fleira og þær hafa greinilega þjappast verulega saman. Og líka hafa þau í huga til þess að það er náttúrulega eignur í Íslandi geta alveg skipt hendur í þannig útlöndum. Þannig að erlendu fjárfestar sem hefur átt krónur í Íslandi getur auðvitað selt krónunar í London án þess að þurfa að fara í gegnum íslenskan gjaldeyrismarkað. Svo líklega er það sem hefur gert að eignarhaldi á þessum krónum hefur þjappað saman. Samkvæmt höftunum þá hefur mátt taka út vexti. Þannig að þeir sem átt þessi snjóungi hefur kannski ekki liðið svo afskaplega illa á þessum 7 árum. Þeir geta flutt út alla vexti í gegnum Seðlabankann eða þarna opinbera gengi. Og upphaflega var þessi staðarenda 650 milljarðar komið niður í 300 og vantilega verið eitthvað að þessu breyti í löng skuldabréf.
Það má svo sem velta fyrir sér hvort að hátt að tala um þetta séu sko óþolinmóðir sko fjárfestar en þeir hafa sýnt mjög mikla þolinmæði þeir eru hérna enn þegar það hafi náttúrulega verið uppboð ansi mörg þeir hafa getað komið sér út þegar hafa kosið að vera hérna. Það er kannski líkilega að drífa svo þeir hafa haft leið til þess að komast út í gegnum þessi gjaldeyrisútboð og gegnum þessa fjárfestingaleið sem hefur nú verið umdeild vegna þess að á móti þá hafa komið ýmsir íslenskir aðilar með gjaldeyrisinn og fengið afslátt af fjárfestingum á Íslandi með því að skipta á betra gengi en venjulegu fólki á Íslandi býðst og það geti keypt sér fasteignir og hlutabréf og ýmislegt annað án þess að borga kannski sama verð og við almenningur yfir landinu hefði þurft að borga fyrir það. Svona í lokin þá, að minnsta kosti jákvæð tíðindi, ef ég lesi þetta rétt hjá okkur, það sem þið verður að segja, þá hefur þetta verið jákvætt, þannig að það verður spennandi væntanlega að fylgjast með hvernig þessar kosningar í kröfuhópnum ganga í þessum 3 bönkum eða eitthvað. Já, sko, og það sem líka dálítið áhugavert, sko, það er eitt sko að kröfuhöfnin fari og það er mjög gott að það við höfum loksins sett sko þjóðháttið skilyrði þannig að kröfuhöfnin viti hvað þeir eru að gera, það er enda dálítið skort. En þó að þegar þeir fara, að þá byrjar eins og prósess, eiginlega hálfgerð, þannig hvað sé sko dóminó áhrif. Þannig að það verður einhver aðri sem eignast þessar krónur, þar fara á milli, nýju bankarnir þurfa að eignast sko nýja eigendur. Þannig að það má búast við mjög miklum hræringum á þann íslenskum fjármálamarkaði í kjölfar þess að þetta gerist. Þetta eru sko miklar eignir og þær þurfa að finna sko nýjar eigendur og það má þó búast við því að þetta ár og hið næsta verði mjög svona viðburðaríkt. Það er náttúrulega verið leitað upp á bæði þrotabú, Kaupþings og Glitnis hafa verið að leita nýjum eigendum fyrir Íslandsbanka og Arionbanka. Það verið sagðar fréttir af því að sérstaklega Glitnismiðin séu menn komin langt með asíska fjárfestahópa sem hafa ritað viljayfirlýsingar það að hafa raunverulegan og óskuldbindandi viljayfirlýsingar það að hafa raunverulegan áhuga á kaupan. Þannig að við getum alveg séð einhverjar hræringar í því mjög bráðlega líka. Það rættu lífeyrissjóðana í samhengi við Arionbanka, Kaupþing eitthvað líka en það verður allavega forvitnilegt að segja þetta. Það fyrir talsveit kapphlaup í gang núna, við gefum okkur það. Ég ætla að þakka kærlega fyrir komuna í Kastljós. Takk.